Og áfram höldum með föstudagsþáttinn á N4 og við erum komin með tvær hjóladrottningar hérna í setti til okkar. Það er Freydísi Konráðsdóttur og Hafdísi Sigurðar. Velkomnar. Takk fyrir. Þið ætlið svolítið að segja okkur allt hjólreiðar og sérstaklega hérna á Akureyri. Bara ef við byrjum, hvar byrjaði þetta hjá ykkur? Já, ég byrjaði aðeins á eftir Hafdísi. Já. Byrjaði bara á því að hjóla í vinnuna. Já. Og síðan sá ég hraðari hjól og sá fólk fyrir sunnan verið hjóla reysurum og langaði að fara í cyclathon og setti saman cyclathon-lið og þá kynntist ég Hafdísi. Og það er þetta Vá, eða ekki, Vá cyclathonið sem er kannski ekki lengur í gangi. Jú, sem var svo orðið Síminn cyclathon, það var náttúrulega fellt niður út af þessu ástandi. Þannig að við fórum saman í þá keppni, þá keypti maður sér hjól með hrútarstýri, svona racer, sem hjóla bara á götunni. Og það er 2015. Síðan, var maður bara svona mæta í samhjól, opnar æfingar og eitthvað svona hjá hjólreiðafélaginu. Já, það er sérst hjólreiðafélag Akureyrar. Já. Ég byrjaði kannski svona aðeins aggressívara. Ég keypti mig bara racer og byrjaði strax að keppa í 330. Já, eins og maður gerir. Og leiddi svo kannski svona meira út í götuhjólreiðar. Já. Og við kynnumst Okkur vantaði það voru 2 dagar í keppni, þetta er náttúrulega margar dagar keppni, okkur vantaði einn liðsmann og það var einhver sem sagði, hverju hringir ekki Hafdísi Sigurðar? Ég held ég var að hringja í frjálsíþrótta Hafdísi. Segði bara, herru, geturðu tekið þátt með okkur? Hún bara, já, ég ætla að aðtama bussinn. Svo hringir hún til nokkra mínútur, já, hvernig á ég að koma? Ég var, þetta eru nokkrir dagar, já, ekkert mál. Þannig að bara þegar ég heyri keppni þá er ég klár sko. Okay, bara small inn í þetta og inn í liðið, þetta er náttúrulega 10 manna lið og vorum bara í litlum bíl í nokkra daga. Þetta er rosa verkefni. Síðan fórum við bara að finna fyrir því, við fórum að hjóla meira saman og við vorum alltaf bara 2-3 konur með öllu köllunum og það er, þó þeir séu vissilega skemmtilegir og svona, þá bara eru þeir kannski sterkari og langaði bara meiri konur. Að hafa fleiri konur og... Þannig að þá fórum við á stað 2017 þá hjólaði ég Vá cyclathon með Sjóvá sem ég er að vinna hjá og ég var heima. Ég var nýkomin á stað í startinu þegar ég fæ skilaboð frá Hafdísi og það stóð bara, þú getur sagt þessu liði að þú ert ekki að fara með þeim á næsta ári því við erum að fara saman með kvennalið. Þá svona byrjum við að tala um þetta og við vorum alveg ákveðnir því að við vildum vera með norðlenskar konur 10 stelpur. Og okkur við vildum bara hafa konur sem höfðu áhuga. Það langaði virkilega að taka þátt í þessu verkefni. Byrjum hausti, vorum bara með kynningafundi í háskólanum, bara með slideshow, þú veist, þetta kostar svona mikið, þú veist, þú geta pissað og kúkað út í náttúrunni og bara alveg ætlum ekki að fá neitt sem var eitthvað óviss. Mættu margir á kynningafund? Já, það voru nokkra, við náttúrulega búin að boða svona þeir sem við vissum að væri eitthvað að hjóla, en flestar af þeim áttu nú ekki racer, heldur svo bara keyptu þessi racer veturinn og svo byrjuðum við bara að hjóla saman og svo fórum við að vera með. Og þetta var alveg bara þannig fyrstur sem skráir sig, þú veist, það er bara fyrstu 10 sem komast að. Þannig þá urðum við að Akureyrardætrum. Þá byggum við til það nafn, kepptum undir Akureyrardætrum. Svo fórum við að nota það nafn í samhjól sem er sem sagt, samhjóli er þegar bara fólk hittist og er bara að hjóla saman, ekki endilega í keppninni. Og þegar við höfum haft þessi samhjól, þá, þú veist, vorum við fyrst allar í okkar svona klæðnaði sem við vorum í Váinu, skiptum okkur niður á hópa, þannig að við vorum allar 10 stundum færri, dreifðum okkur, þannig að þú veist, það voru svona allir að fá smá svona öryggi. Notuðu svolítið til að kenna öðrum að hjóla í hóp og fá fleiri konur til að koma og vera öryggari með sig bara. Og finnið þið fyrir síauknum áhuga, hefur þessu hópur verið að stækka, jafnt og þið? Já. Við eiginlega bara þetta toppaði sig bara í hverju samhjóli, við varum alltaf bara fleiri og fleiri konur, sko. Fyrst voru kannski 5, síðan eins og í fyrra, við vorum alltaf með þetta, búin að vera með 2 ár og líka, og þá eins og segi, byrjuðum 5, vorum svona alltaf eitthvað, síðan erum við svona 35 kannski að mæta núna. Svo alltaf sjáum við bara ótrúlega mun að þú veist, nú fer maður út að hjóla og maður þekkir ekki alla. Þú veist, maður fór út að hjóla og maður bara heilsaði öllum þegar maður þekkti alla sem voru á hjóli með hrútastýri. Nú eru bara fullt af fólki, en við heilsum nú alltaf. Já, það er hvernig heilsast maður á hjóli? Er það bara svona? Bara svona góðan daginn! Og er eitthvað leiðir vinsælli en aðra svona að hjóla?
Eyjafjörðurhringurinn er örugglega sá allra vinsældi hérna, sko. Já. Notið þá stígin, er hann bara hættulegur eða fara á hratt eða? Það er bara svona já, bæði og, meina, sko. Við erum kannski að hjóla 6 á morgnana, þá notum við stígina því enginn er, en hérna, Hann er svo vinsæll. já, Margir en aðrir. ef það er mikið af fólki, þá er ekkert gott að hafa hjólara sem eru að hjóla 25 km eða hvað það meira hraða, sko. Þú veist, það er ekkert gott fyrir þá sem eru gangandi eða hjóla hægar. Þannig að maður bara svona metur það í hvert skipti, hvað leið maður fer og... Og er það þá upp Laugalandsbrekkuna eða farið jafnvel lengri hring? Já, eða fram og tilbaka. Vinsælast er náttúrulega bara að fara hringinn þennan, Já. en við reynum nú að hjóla eitthvað út á bænum alls konar út um allt. Hjólið alveg á hverjum degi? Já. Svona flesta daga, já, ekki margi frídagar allavega. Núna erum við náttúrulega að æfa fyrir keppnir, bikar, mót Já. og Íslandsmeistaramót og svona, þannig að þá erum við að hjóla svolítið marga klukktíma á viku, sko. Og svo erum við alltaf svona pínu að reyna að smita aðrar konur með að vera svona keppnisjúkar eins og við erum. Hvernig gengur það? Það gengur bara vel. Já. Við heldum til dæmis keppni fyrst 2018 sem er bara fyrir konur, Já. hérna inn í Eyjafjarðarsveit og það mættu hvað 40, svo árið eftir þá vorum við konur eitthvað 65, eitthvað svoleiðis, þannig að og við erum með hjólanámskeið sem að hérna byrjum á því bara fyrir konur. Ég held sem ég er búin að kenna hátt í 150 konum, sko, bæði úti og inni á Bjargi, líka sartistöð. Ef einhver vill slást í hópinn, hvar finnur hann ykkur? Eru það með Facebook síðu? Já, það væri það bara að hérna Hjólreiðafélagið Akureyrar, við erum sérst að þjálfa undir merkjum þeirra núna og erum með námskeið fyrir bæði konur og kalla í byrjanda hóp. Og síðan er Akureyradætur á Facebook og Instagram líka, svona fyrir þá sem vilja koma í samhjólinn og eins og í fyrra þá vorum við svo líka að safna og hérna gáum Hjartavernd Norðurlands pening Safna áhættum sem við hérna söfnum bara með að láta borga sig inn í samhjólið og þannig að það verður áfram svolítið svoleiðis. Það var svona, já, það var eitt svona alveg styrtar samhjól sem að... Það er samhjól, hvað er það oft hjá okkur? Er það einu sinni í viku eða mánuði eða? Við reyndum að hafa svona 2 í mánuði, svo fyrir svolítið eftir veðri, Já, erum ekkert á Og þetta er á kvöldin eftir vinnu, fólk hjólar eitthvað út í buskan. Já, laugadögum eða bara svona. Þetta er ekkert eitthvað svona fast. Nei, þetta er æsi spennandi og þið skinnið mikla aukningu og bara fleiri að hjóla. Það er núna stelpur að hringja bara veist eitthvað hjól, það er bara öll hjól uppsett, það er bara ekki hægt að fá í búðum orðið reysara, sko. En þið eruð ekkert að eiga við rafhjólin, það er ekki eitthvað til? Ekki ennþá. Við bjóðum þeim samt velkomnum á hérna samhjólinn okkar. Það er endilega. Það snýst bara samveru og að vera saman á hjólum. Já, það er, þú veist, bara konur, þú veist, á öllum aldri og alls konar hjólum að mæta. Og hérna, þú þarft ekkert að vera með rútastýri til að koma í samhjólinn. Nei, er ykkur upphafspunktur sem að þið hittist á eða tínast bara? Við auglýsum alltaf bara hvert samhjól fyrir sig, þú veist, ef við erum að fara út úr bænum, hérna, til dæmis 8 Dalvík eða þannig, þá erum við að hittast í Bíkó og svoleiðis og svo erum við mjög oft með það sem við endum kannski á Greifanum og fáum inn að fá salat eða við ætlum að enda þarna á kaffihúsi eða eitthvað svoleiðis til þess að hittast og spjalla. Þetta er líka bara félagsskapur, þetta er ekki bara að fara út að hjóla, heldur líka bara að kynnast öðrum í sportinu. Bara svolítið svona lífstíl. Já. Kæra þakki fyrir að koma í föstudagsþáttinn og segja frá hjólaæðinu hérna á Akureyri, Freyja og Hafdís og gangi ykkur vel. Takk fyrir.